Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Ég bið þig núna eins og svo oft áður að muna eftir að smetla á like og subscribe ef þú ert ánægð með það efni sem er fjallað hérna í þættinum. En gestur minn í dag er hann Sigurður Hólmar Jóhannesson sem rekur fyrirtæki sem snerta heilsu okkar á marga vegu. Velkomin í þáttinn, Sigurður. Takk fyrir ykkur. Er ekki sko þessi reksturðin og þær vörur sem þú ert með þær tengjast heilsu okkar á margan hátt. Bara allan hátt, allan hátt. Já, Alltaf, sko, betri dagar eru bætiefni og við leggjum áherslu á að allt sé náttúrulegt já, og sem minnst unnið. En hann að betri dagar eru að selja bætiefni mikið frá Life Extension sem er mjög þekkt bandarísmerki. já, Svo erum við líka að selja sem sagt, hampvörur, CBD-vörur sem koma frá nokkrum mismunandi fyrirtækjum og svo erum við já, aðalega þetta. Við erum náttúrulega líka með snyrtivörur já, sem eru frá frönsku mjög flottu fyrirtæki sem er í París og eru sem sagt, leggja áherslu á að nota hampinn í já. vörunum sínum. Ég þekki þær, alveg frábæra Já, vörur. Alveg frábæra vörur. einmitt. Já, Þannig að, þannig að já, við erum þetta er svona alhliða bara lífsgæða bætingar bara fyrir gæðabætingar. fólk. Mér líst vel á það. Það snýst allt um það, að bæta Snýst bara allt lífsgæði. um það. Sérstaklega Já, með að komin á ákveðin aldur. En sko ég hef notað mikið CBD-oljur, þar segir svona já, drópa, og reyndar krem líka, við svona verkjum og eru þess aftar í líkamannum. akkurat. Og er fólk almennt meðvitað um að þetta sé valkostur, heldurðu? Ég held ekki. Ástæðan aðalega fyrir því það er svo takmarka sem að má auglýsa. Svo Já, á Íslandi má bara flytja inn og selja sem sagt, húðvörur sem innihalda CBD. já, Þrátt fyrir að margir viti það að þessar vörur eru það náttúrulega að það má nota þær innvortis líka já. að við erum ennþá svolítið föst í einhverju fari sem að yfirvöld hinga til hafa verið mjög treg í að stíga næsta skref sem er að leyfa fæðubótarefni Já, og afsakið, ætlum ég að slökka á símanum mínum en mig líka að slökkva á mínum. og já, þannig að sko, ég var formaður Hamfélagsins lengi og við vorum áttum mjög mikið að samskiptum við yfirvöld Já, það að lögleiða þessa vöru og þessa plöntu bara alveg. já, Við komumst alveg ágætlega af stað en svo er einhver stoppari þarna þannig að fæðubótaefnin þau og líka lyfjahampurinn það er ekki að komast áfram. Þannig að það er núna verkefni næstu stjórnar Hamfélagsins að reyna að vinna í því. það er alltaf þarf að íta og íta, en þetta er orðið mjög algilt að það sé notað erlendis. Já, já, þetta er bara orðið eðlilegasti hlutur og bara í flestum löndum er þessar vörur bara hluti af þessum bara bætiefnum sem fólk er að nota dagsdaglega. Já, Og það sem CBD kannski gerir best er að það eykur lengdina á djúpsvefninum, það minnkar bólgur og já, gríðarlega bólguminnkandi efni þekki sem það. að henta nú mjög mörgum því að flest okkar er nú með einhverja bólgur. Já, Þetta eykur sem sagt, hvað heitir það, recovery sem er svona uh, endurheimt. endurheimt, já, akkurat, íslenska orðið, eftir æfingar Já, og þess vegna nota til dæmis CrossFit fólk sem er í stífum æfingu notar mikið CBD já, og síðan það sem þetta gerir líka er þetta svona slakar á taugakerfinu þannig að þeir sem eru með svolítið strekkt taugakerfi
þeir geta aðeins slakað á og þetta á þá líka við fólk sem er með ADHD og athyglisbrest og svona, það fær meiri fókus. Já. Þannig að það er ýmislegt sem að þetta efni gerir og það er algjörlega náttúrulegt, þú getur ekki tekið of mikið af því. Veist, það er ekki hægt að overdósa á því. En Uh, þetta er heldur ekki svona með vímugjafa eins og fólk heldur nei, að. alls ekki. Þetta er náttúrulega ekki vímugefandi efni en samt sem áður, þú getur overdósa á sömu vítamínum til dæmis. Já, já. En þetta er ekki þannig, svo, þú getur ekki að tekið of mikið. Nei. Sem En er auðvitað er þetta dýrt efni þannig að þú vill líka hafa sparlega með það. já, en það getur breytt bara hérna allir líðan manns. Það skiptir svo Já, miklu máli. og það sem að í rauninni kom þessi efni svona fyrst á hérna svona almennilega á svona í almennilega kynningu var það hversu góð áhrif þetta hefur á flogaviki. Og Já, þannig kynntist ég nú þessu efni vegna þess að dóttir mín er með sjálfgefan taugasjúkdóm og var með alvarlega flogaviki og ég fór að sjá þetta efni af og til í svona rannsóknar greinum og einmitt. endaði svo á því að fara til Bandaríkjanna og kynna mér þetta frekar og koma svo heim með þetta nokkra flöskur af CBD-olíu og byrja að gefa dóttur minni í 2017 og síðan þá hefur hann ekki fengið eitt einasta flogakast Það er og þá var náttúrulega náttúrulega gat ég ekki annað gert en að kynna þetta fyrir Íslendingum sko. bara ótrúlegt sko. Og það er, Já, já, en það er til dæmis eins og ég hef verið með svona fótapyrring þar sem ég fæ svona einmitt, taugaverki og kemur mjög gjarnan fram á nóttunni. Þannig já, að já, fyrir að nota CBD-oljur þá hefur það alveg slegið á það og líka ef ég er með bara svona, ef ég er aum á þessu svæði að þá get ég borið einmitt. kremið á sem að mér finnst hérna líka mjög spennandi. En svo er eitt annað efni sem þú ert með sem að mér finnst mjög spennandi og langar að spyrja þig aðeins út í og það er þetta, er ekki örgulega borið rétt fyrir mig, Citicolina. Já, Citicolin Og ég heitir segi það, Citicolina, það verður svona en Citicolin heitir það hjá okkur af því að það er frá Ítalíu. Citicolin. einmitt, já, það er svona Já, pínu eftir því. já, Og ég ekki sem sagt pasta. kynntist þessu efni bara síðasta sumar, ég hafði aldrei heyrt um þetta áður og hérna er þá hjá töfralækni út í Þýskalandi, ja, hann er svona eiginlega alkemisti sko, hann er hérna kýrópraktor og svona búin að læra alveg ótrúlega mikið svona fyrir utan það og er oft fenginn inn þegar að þessir heimstektu knattspyrnumenn meiðast og Já, hérna, þá er bara flogið með hann hvert sem að það er og hann er fenginn til að taka mennina í svona meðferð til að forðast að þeir þurfa að fara í aðgerðir og hérna, hann er bara vel þekktur innan þess samfélags. Ég var svo heppinn að við eigum sameiginlega vin, þannig að ja, hann bauð mér í heimsókn hendi sín hérna síðasta sumar, þar sem að ég sem að lærði ýmislegt af honum og meðal annars hvernig á að búa til vítamínvatn, svona jónað vítamínvatn sem að ég er nú að fara að byrja að gera núna á næstu daga. já, frábært. En hann sem sagt kynnti mig fyrir þessu Citicolin og hann sagði mér að ég mætti aðeins kaupa það hjá þessum framleiðanda því að hann er svo einu sem að hann treystir til þess að selja almennlega vöru. Já, Og þetta er fyrirtæki í Norður Ítalíu sem að hérna, er ekki mikið að auglýsa sig og þau tala bara ítölsku þannig að öll samskipti fara fram á ítölsku eða í gegnum túlk. það er flókið. Já, Já, það er bara skemmtilegt og já, svona orginal svolítið sko en sem sagt ég bæ þetta efni fyrstu flöskuna í október og byrja að prófa þetta á dóttur minni bara svona aðlega það sem þetta gerir er að þetta eykur serotonin og þetta á að auka minni aðlega og serótónín er það mjög mikilvægt því það er gleðihormóni sem er bara verið sterkar í já, fólki oft með aldrinum sko. akkurat, nákvæmlega og við sem sagt byrjum þetta aðalega svona til þess
aðtöða hvort að við getum aukið þroskan hennar, Já, af því að hún er þroskaskert líka. já, Og en það sem gerist er sko, jú, við sáum aukningu á þroska og hún fór að svona geta tjáð sig betur og svoleiðis. En það sem gerðist líka var að hún fór að fá færri svona krampaköst, svona sem vöðvakrampa sem hún fær í útlimina. það er náttúrulega bara magna. Já, og við áttum ekkert von á því. Og síðan uh, er það bara búið að haldast og nú erum við komin í október, nóvember, desember, janúar, febrúar, mars. Þetta eru konur ansi margir mánuðir og þetta helst ennþá. Já, Hún er að fá svona 70% færri köst en hún var að fá þar, það er sem er náttúrulega, bara alveg ótrúlegt. Og já. við erum komin á þetta öll fjölskyldan og við finnum líka mun á bara skerpu aðalega, bara maður er svona skarpar í hausnum. Já, ég einmitt prófaði þetta og ég er alveg samanlega því. Það er svona Já, skarpa og fókusin er öflugri hjá mér. Ég held mig meira við ákveðin verkefni en er ekki já, að þjóta úr einu í annað eða láta eitthvað trufla mig, þannig að það, minnst það akkurat. já, Síðan er ég að fá fullt af flottum sögum. Það er einn vinur minn sem er með Parkinson og bara búin að vera með það í ansi mörg ár. Hann er að sjá verulega bætingu hjá sér. Einn sem ég er nákvæmur með sem er með heilabilun og hún finnur gríðarlega mun á sér og bara var heila búin að einangra sig svolítið af því að hann er svo óþægilt að vera í kringum fólk, af því að hún vissi að þarna var hún orðin svona kannski ekki alveg eins svona skörp í hausnum já, eins og aðrir í kringum hana, en núna er hún bara aftur komin út á lífið og nýtur sín. um, og síðan, já, svo er nú kannski gaman að segja frá að ég fekk bara hringingu um helgi frá konu sem liggur hún á spítala og er að drepast í verkjum, þess að svona krampa í fótunum, og hún var eitthvað að spurja um CBD aðalega, en ég benti henni á Citicolina og hún sem sagt kaupir það, sendir son sinn til mín og fær þetta til sín og síðan kemur vinkonunnar vikuna eftir og segir bara, byrju, ég verð að fá þetta efni því að þetta er bara bjargaði vinkonum minni á spítala, og það var þessi kona sem hafði hringt þarna. Þannig dásamlega. að, já, þannig að greinilega hefur þetta rosalega góð áhrif á svona vöðvakrampa Og þetta, líka. það er náttúrulega taugabóðefni sem fara í gegnum vöðvarna sem mynda krampana, þannig Já, áhrifin eru á taugakerfið. akkurat, já. Það er alveg Og æðið. það eru, sem sagt, þetta fyrirtæki má segja að þetta hefur verulega bætingu á minni, af því að það er búið að gera klíniska rannsóknir á þessu efni, þó þetta sé bara fæðubótarefni, þetta er ekki lyf. Já, Og þannig að þetta fyrirtæki má, sem sagt, segja það á Ítalíu allavega og væntanlega í allir Evrópu að þetta hefur, sem sagt, mjög bætandi áhrif á minni, og var já. prófað bæði á heilabilum og á fólki sem var að jafna sig eftir heila blóðföll. Þetta er náttúrulega, eru tvö áföll sem að hafa svo veruleg áhrif á bara minni og svona starfsgetu heilans, þannig það er alltaf skiptir Akkurat, rosalega miklu máli. Ég detti bara já, strax í ungu maður sem ég þekki sem fekk heilablóðfall bara, þú veist, rétt já, fyrir tvítugur. Þannig ég þarf að láta vita af þessu, sko. einmitt. Þetta Mér er, finnst þetta bara alveg stórkostlegt. Það er alltaf bara gaman þegar maður, en það er líka skrítið þegar maður er búin að vera svona lengi eins og ég í þessum heimi að reyna að finna eitthvað sem getur hjálpað til dóttur minni sem að er með svona flóknasta taugasjúkdóm sem við það að hafa aldrei heyrt um þetta efni áður. Það finnst mér líka svolítið merkilegt, sko. en er þetta út af því að fyrirtæki er svo lítið að það, Já, sko, eða, önnur fyrirtæki eru líka að selja þetta sama efni, já, Citicolin, já, og kannski þetta er sem sagt í vökvaformi, hinn er að selja það bara í hylkjum og ég veit að kannski bara virkar það ekki nógu vel. Kannski ástæðan fyrir því að fólk er ekki mikið að tala um það, en ég,
Já, ég er svolítið að hallast að því að þegar að sko taka meira af svona bætefnum og stuðnisefnum í fljótandi formi vegna þess að Já, upptaka strax í gegnum magan, nefnunni segir, upptakan, já, minnin, já, og, upptakan er miklu betri. og verður mjög hröð og þarf ekki að fara í gegnum meltingavegin eða annað þess að það. Þannig að Akkurat. ég verð að segja, í mínu tilviki þá fer ég beint að ískapnu því ég er búin að busta tönnum og Já, já, akkurat. sittikolín. Ég er náttúrulega að kalla það sittikolína, þannig að það væri Já, svo. já, auðvitað. En það er svona fyrsta á vandan og ég hef ekki verið með neitt svona undirliggjandi sko heilasjúkdómi. Ég er náttúrulega búin að vera með alls konar svona taugaviðbrögð í líkamannum sem Já, það var einmitt. reyndilvægt á sársaukastuðulinn hjá mér og þau eru miklu minni líka. Já, Þannig en að, svo er það nú oft þannig að þegar maður byrjar að taka svona efni og það gerir eitthvað fyrir mann, að já, maður fattar það ekki fyrir maður hættir að þeim, hvað, hvað þau eru í raunverulega að gera mikið fyrir mann, sko. já, já, Þá koma öll einkennin aftur. já, það er svolítið svoleið sko, þannig að það er hérna. Já, En þetta er sko, þetta er svona þetta sem sko, að því að það er svo margir sem taka verkjalyf og já, já, mín reynsla af verkjalyfjum bara sem ég hef persónlega orðið vitni að og í minni fjölskyldu og svo bara þekking er sko að verkjalyfin hafa svo slæm áhrif á alla slímhúði í líkamannu, sérstaklega í meltingarveginu, bæði einmitt. hérna, í maga og í rauninni bæði Já, svo já, í og þörmum þannig að þegar mann getur farið fram hjá þeim vanda eða þeim skada sem þau valda en samt noti þess að hérna, líða betur þá finnst mér sko þá er það minn valkostur allavega að prófa þær leiðir þannig já, sjálfsög að maður að prófa allt svo náttúrulegt áður en maður fer út í einhverju lyf, sko, því að öll lyf hafa aukaverkan. Það er bara þannig og það er bara misjafnlega miklar já, og fæstir en þau lesa, hafa öll, já, já, fæstir lesa seðilinn sem fylgir með. já, já, en sem betur fer, sko, því að ef þú Já. lest seðlinn þá tekur aldrei lyfið. Nei, sko, það ringdi einn vinn minn í mig um daginn og sagði, ég var í lækni og hann gaf mér þetta maður og svo bara fór ég að lesa seðilinn og bara, það stendur allt og svo þuldi hann upp allt sem stóð sem aukaverkanir og ég segi, já, 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 ég ætla ekki að taka þetta. Þú veist, þannig að við erum líka vaknandi vitundar um það að það eru aðri valkostir og líka já, öllum þessum aukaverkunum og mér er svolítið athyglisvert að því ég er nýbúin að vera að tala við hann hérna að Gullu Guðmunds hérna, sem ég kalla náttúrulega alltaf Gullastjörnu af því já, að við erum búin að þekkja svo lengi og hann var kallaður það þegar ég var að hérna, var að kynnast honum fyrst að sko eh, hann að það er enginn sem varar við því þegar fólk er að taka margar tegundir af lyfjum saman nei, nei, akkurat. og Og yfirleitt og oft því miður er lyfjum bara bætt við án þess að það sé verið að skoða hvaða hliðaverkanir eða þú veist, hvaða verkun þetta lyf er að hafa á hinlyfin sem þú ert að taka fyrir. já, Og já, það er nú bara þannig, sko. Ég meina, ég er nú bara nýbúin að vera með bróður minn inn á spítala í næstu því 3 mánuði og hann var með innvortis blæðingar og þá er það að gefa hann sko blóðþynnandi lyf með innvortis blæðingar. Ég meina bara svona, það var enginn að pæli því. var enginn pæli í því vá, Nei. ótrúlegt ég sko, Og svo fer ég bara yfir lyfin og svo er að skoða það, þú veist bara hvaða aukaverkanir og svona og svo er eitt þarna hjartalyf sem að hefur greinilega þessa aukaverkun að það er sem sagt, það er að þynna blóðið og líka það já, það var náttúrulega bara auka á þessar blæðingar. Maðurinn þurfti 8 einingar af blóði og enginn skildi af hverju. vá, það er rosalegt það er rosalegt Já, ég er sko, ég er hérna, kemur úr fjölskyldu þar sem að hérna, það var mikil aðdáðan á mönnunum í hvítuslappunum já, já. sem að náttúrulega er einkennisbúningur Mhm. hérna, og ég horfði á sko ömmu mína og svo síðar máðu mína taka inn alveg heila sko gommu af lyfjum á hverjum degi
og þeim batnaði aldrei. nei, nei. Þær fengu bara meiri lyf. Mhm. Þannig að ástæðan fyrir því að ég hef verið svona, sko að því annarkvort gerir maður það sama og fyrir mann er haft þegar maður gerir algjörlega ástæða fyrir því ég hef alltaf verið að leita eftir svona náttúrulega leiðum er út af því ég sá þetta og ég sá að það var ekki að skila árangri. Já, já, akkurat. En svo ertu með annað fyrirtæki, þannig í Já, Urriðastrætinu í Garðabænum já, já, sem að sem snýra annari hliða heilsumálunum okkar. akkurat. Og það er mobility og þar erum við með hjálpatæki fyrir hreyfiskerta. Svona aðalega, en við erum nú í ýmislegt annað. Bara svona líka bara smá tæki sem getur hjálpa fólki bara í daglega lífinu. Já, Og en við byrjuðum sem sagt 2018 á því að flytja inn þríhjól. Og því við höfum verið að nota þríhjól fyrir ég og dóttur mín. Við förum út að hjóla á hverjum degi og það gerir henni svo gott að vera úti í loftinu og hitta fólk og bara sjá eitthvað annað heldur en vegginn heima hjá sér. já, já, Og síðan byrjaði fólk bara að stoppa okkur og spyrja hvað við fengum þetta hjól og svo vatt þetta bara upp á sig og að lokum þá fór ég að flytja þetta inn og síðan í dag er þetta orðið fyrirtæki sem að er í rauninni, það er eiginlega allt, öll hjálpartæki sem að við getum boðið upp á, bara öll flóran, alveg frá hækjum og upp í sjúkrarúm og já, rampa fyrir þessar flugvélar og ýmislegt sko. já, ég skil. En það er eitt tæki sem að ég held að sé svolítið spennandi fyrir fólk sem að er hvað ég var að segja, komin aðeins á efri ár, af því að heyrnin tapast oft hjá fólki Akkurat, og þú ert með sérstakt tæki sem að getur hjálpað til í slíkum já, tilvæg. En við erum með það sem að við kallum magnara, já, hljóðmagnara, sem við já, megum ekki kalla heyrnartæki. Af því að þetta er ekki sko lækningatæki skráð, heldur er þetta bara svona eins og ég kalla í Bandaríkjunum over the counter hearing aid já, og þú getur bara keypt það út í apóteki í Bandaríkjunum. En þetta er svona tæki sem að í rauninni bara magnar upp hljóðið í kringu því og það er bara lítur út eins og svona AirPods já, og þú stingur þessi í eyrað og þá bara heyrur miklu betur og svo bara, þetta er mjög einfalt tæki, þetta er ekki með mörgum rásum eins og þessi heyrnartæki já, með færri rásum en þó einhver svona sem að læra á umhverfið í kringu því og þetta hefur verið mjög vinsælt og fólk er að koma með ættingarna sína eftir að hafa gett þetta sjálft og þannig að þetta bara svona spyrst út. já, Og við erum með þess að venjulega útgáfu og svo erum við með Bluetooth útgáfu líka fyrir þá sem vilja tengja sig við símann sinn eða sjónvarpið eða þau tæki sem eru með Bluetooth já, og þetta er bara reynst vel já, þetta tæki og meiri segja sko fólk sem er með tinnitus það já. talar um það að tinnitusin hætti meðan það er að nota tækið. Já, það er náttúrulega ekkert smá atrið því það er ofsalega Já, hljóð sem er sífellt í eyrunum á fólki að það er með tinnitus. En mér akkurat. fannst, já, ég kom í vestlunina til því þegar einhver var að prófa svona tæki. Já, Ég man eftir því, sko, þess vegna vissi ég að þú væri með eitthvað svona, þú veist, tæki já. fyrir heyrnina. Og en það er svolítið mikill munur á þessum magnara og heyrnatækjum í verði. Í verði er þetta náttúrulega bara himinn og haf sko. Við erum að selja þessi tæki, þetta sem sagt magnarann án Bluetooth á 30 og með Bluetooth á 35 og meðan að heyrnatæki ef þú kaupir par þá er það að kosta eitthvað stöðar á bilinu 60-700.000. Það er náttúrulega engin smá. Þannig, já, og það sem er kannski sorglega við þetta er að fólk sem hefur verið að kaupa þessi dýru heyrnatæki þau eru að koma til okkar vegna þess að þau eru ekki ána með þau og eru að skipta þeim út fyrir þessi einföld og eru ánæður með einföldutækin heldur en fínu heyrnatækin. Já, Það er kannski svolítið sorglegt að þú ert búin að vera að eyða svona miklum peningi í svona græju og svo virkar hann ekki fyrir þig. já.
Við Þannig að það er þekkjum, kannski betra að byrja á já, einfaldatækinu áður en þú ferð að kaupa já. eitthvað miklu dýrara, sko. En svo eru margir sem eru svona þrjóskir gagvart því að nota heyrnartæki. Já, já, ég þekki alveg svoleiðis fólk. Já, en ef þetta er svona eins og hérna, hvað ég var að kalla það, svona eins og bara AirPods í eyrunum, Já, þá er þetta náttúrulega bara eins og fullt af fólki gengur með í eyrunum alla eins og daga. bara, eins og Já, bara 50% af fólki sem þú hittir út á götu, sko, er já, með eitthvað í eyrun. Þannig já, að þetta er ekkit orðið lengur eitthvað svona þannig útlitsmál, sko. Það eru allir með svona tæki hvað sem er. já, Þannig að það ætti ekki að vera stoppari allavega í þessu. nei, Og hérna, svo fær maður alltaf sama brandarann, sko, frá köllunum. já. Og það er sko, hérna, get ég ekki svo slögt á því ég vil hætta að heyra í konunni minni. Það er ekki plús Þetta fyrir okkur sko, en það er hérna, já, það er kannski sennilega þegar þeir eru að byggja þá um að gera eitthvað svona sem þið nenni ekki að gera eða Já, eitthvað. sennilega þá sem Það þið er vilja eitthvað. slökkva, sko. Já, já. En það Nei, er nei, það er nú bara við djók. okkur sem erum alltaf að stjórna öllu og halda öllu saman sko. En það er hérna, það er bara aukaatriði út af fyrir sig finnst mér, en mér finnst þetta svo spennandi, sérstaklega þessi tveir þættir sem við erum búin að vera að tala um, þó í bætefni frá þeir eru algjörlega frábær, en Já, þetta tvett sem að hérna, við erum búin að vera að leggja áherslu á að spjalla um, það er að segja heyrnartækin eða magnarinn og sittikólína, mér finnst það vera hérna, sérstaklega ef það hjálpar fólki sem að er komið í eitthvað svona hrörnunarferli eins og Parkinsons er. akkurat. Það er Akkurat, og það er bara skiptir svo, það er bara svona litli hlutir sem að geta hjálpað þér, þó þetta sé ekki lækning, þá er þetta samt sem að kannski þú sefur betur. Bara það að svefnin er betri, að það er að fara að breyta öllu þínu lífi. Af því að slæmur svefn er bara, þú veist, hann byggir svo upp svona þreytu í líkamannum og þú ertu með slenaður alla daga því að þú náður aldrei hérna nógu góðum djúpsefni. já, Þannig að bara það, ef að skila því, þá ertu búin að græða heilmikið, sko. já, já. Og fólk finnir þig í Urriðaholtsstrætinu í Já, Garðabænum. Urriðaholtsstræti 24 í Garðabæ og þar erum við báða vestanum. Svo Já, betri daga og mobility. já. Og hérna, og svo er náttúrulega hægt að fara inn á vefsíðunum að fólk er að leita eftir bara bætaefnunum. Já, vefsíðurnar eru alltaf opnar, Já, alla daga ársins. já, Þannig að það er alltaf hægt að fara þangað inn og vesla og við sendum svo bara heim til fólks. já, já, sem er dásalegt. Ég bara vil þakka þið kærlega fyrir að koma í viðtal til mín til þess að ræðum þess að tvo mikilvægu þætti, sérstaklega fyrir fólk sem er komið á, við skulum segja gullaldurinn. Já, já. Akkurat, það er bara sem að við, sko, ef við erum heppin þá náum við því öll. Já, og það er hérna, og það ber að þakka fyrir það á hverju minnsta degi. Ég segi bara Einmitt, það. Og ykkur sem algjörlega. er að hlusta, ég vil þakka ykkur fyrir líka og ég sendi bara kærleik og ljós og að við erum eftir að sjá síðar. Þú verður örugglega að koma með eitthvað nýtt hérna eftir smá tíma sem við þurfum að spjalla um. Við erum alltaf að taka inn eitthvað nýtt. Það er engin hægt að vera. Það er bara lífið. Ok, takk Takk fyrir. fyrir mig. Já, bless. Takk fyrir.